var orðið og orðið myndi bráðum verða horf. Aðeins einn fæddist til að frelsa, Jesús. Lífið var ljós og ljósið skín í myrkrið og ríki ljósins mun aldrei ganga á grunn. Að týndum leitar til að frelsa, Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar fær sjó, hann stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem lamb eyddur var, hann kemur og læknar öll mein mín. Jesús, hans nafn gott að ákalla í augun og ljóðið hans syngja myrkrið í. Því röddin hans stillir hvassan storminn. Hann Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar fær sjó, hann stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem lamb eyddur var, hann kemur og læknar öll mein mín. Messías, mig frelsar, það öflugt Jesú nafn. Þú ert hjálp mín og minn klettur, það öflugt Jesú nafn, Jesú nafn. Þú gengur á vatni, þú stöðvar fær sjó, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem lamb eyddur varst, þú kemur og læknar öll mein mín. Þú gengur á vatni, þú stöðvar fær sjó, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem lamb eyddur varst, þú kemur og læknar öll mein mín. Jesús, það enginn sem þú, Jesús. Það enginn sem þú. Takk Jesús. Halleluja Faðir. Það enginn sem þú. Takk Jesús. Halleluja Faðir. Takk drottinn Jesús. Heyrið þið, veröldin öll megi sig, sér hver sál, jörð, tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig til lofa við. Drottinn
sérku sál. Jörð, tungl og sól, já til þig. Ekkert hindrar mig, þig lofaði og í sannleika ég tilbið þig. Drottinn dýrðar, döm ég hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar, döm ég hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Syng þér lov, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Syng þér lov, halleluja, kom þú Drottinn minn. Fagna vil, halleluja, kom þú Drottinn minn. Róp, halleluja, kom þú Drottinn minn.
Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Halleluja, lyftum röddum okkar og syngið til hans. Því þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Aðeins þig viljum við lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Aðeins þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Aðeins þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég Takk Jesús að þú ert með okkur hér í kvöld. Takk fyrir að við fáum að lofa þig og takk fyrir að þú gefur okkur opið hjarta þannig við heyrum og bara komum fram fyrir þig í lofgjörð, Faðir. Takk fyrir það að þú hjálpar okkur að hlusta og vera einlæg frammi fyrir þér, Faðir. Hjálpa okkur bara raunverulega að meina að þegar við segjum þig vil ég lofa. Við höfum einlægt koma fram fyrir þig, Faðir, og lofa þig í Jesú nafni. Amen. Gott að sjá okkur. Takk fyrir að koma í góðverinu. Og ég segi góðverinu, það er fallegt að þetta árið kom sumarið helgi. Allána eftir því hverju voru á landinu. En það er samt alltaf gott að koma í kirkju. Þó að væri nokkið nema bara til að þakka Guði fyrir það að við fengum sól helgi. Það er þess að komið svona sumar. Þannig að þessi vana flóð af tilkynningum þegar við erum að tilkynna allt sem er að gerast í vikunni. Það er svona eitthvað minna sem er á fastri dagskrá í sumar en er ofta á haustin og veturna. Það þýðir samt ekki að þið getið ekki tala við Guð í vikunni. Þannig að þó svo að sé ekki formleg unglingasamkoma á sunnudagskvöldum af því að nú erum við hér, þá geta unglingarnir samt sem áður hist og mögulega jafnvel spjallað Guð, hvort sem þeir gera á þeim tíma eða öðrum.
Þó það sé ekki fastar bænastundir á þriðjudagskvöldum, eins og hann sennilega, þá þýðir það ekki að þið getið ekki sest eða staðið eða kropið fyrir að sófan heima hjá okkur og tekið eina bæn eða tvær. Ok, það eru til í það er gott. Það er góð byrjun. Við hinn bara komum okkur inn í stuðið. Það er sem sagt, unglingarnir eru ekki hittast í sumar. Við tilkynnum það betur þegar það verður svo á fastri dagskrá aftur og svona svo að fólki sem að stýrir þriðjudags bænastundunum geti nú farið til Svíþjóðar og eitthvað í sumar. Þá er þriðjudags skipulagið ekki í gangi í sumar. Það er til þess að fólk fá nú að fara til útlanda. En við hvetjum ykkur enga síður til þess að finna ykkur heimahópa sem að ákveða þó sjálfur hvenær er hittast og hvenær er mögulega hittast ekki. Mér skildist til dæmis að stelpurnar sem alltaf hittast á miðvikudum ætli mögulega ekki að hittast núna á miðvikudaginn, sem er náttúrulega glatað, en mér skilst að það séu reyndar að fara til útlanda daginn eftir. Þannig að þeim er kannski fyrirgefið það að hittast ekki á miðvikudaginn hittast geti. Ég þetta steinglimt að spyrja Hálfdán hvort hann ætlaði að gera eitthvað með kallan á 50 í sumar. Ég held ekki, en við tilkynnum það þá ef það gerist. Ég bara glimti að spyrja því. En enga síður, við óskum stelpunum góðra ferða þegar að fara og hvað farið á 50 ekki? Jájá, þannig við ætlum að biðja fyrir þeim á eftir. Við senda nokkra okkar dýrmætustu gímstunum saman í flugvél, þannig við ætlum að blessa það. Og biðja Guð að sumarið komi kannski eitthvað aðeins inn í júlí og ágúst líka, þannig að þegar við förum í sumarfrí þá sé kannski sumar þá líka. Og svo ætlum við að hittast hérna náttúrulega sjálfsögðu aftur næsta sunnudag klukkan 8. Það fer ekkert í neitt frí eða tímabundið frí í sumar, nema bara þessa einu helgi sem er verslunarmannahelgin. Og svo svona bara til þess að þið getið byrjað að undirbúa ykkur andlega og hnippa í vini, kunninga og fjölskyldur, þá er kick-off í haust. Það er kick-off í haust. Það verður geggjað kick-off í haust. Ok, þannig að þið getið byrjað svona að nefna það við fólk í kringum ykkur, þannig að þegar að loksins við tilkynnum dagsetningar og dagskrá og þá getið þess að, heyrðu, manstu kick-offið sem ég var að segja frá? Það er bara núna næstu helgi. Það er ekki örugglega að mæta. Manstu ég búin að segja frá því. Byrjum að sákonnum, undirbúa fólk í kringum okkur fyrir að mæta með okkur. Við ætlum að taka samskot, baukur og eitthvað, upplýsingar á skjáinn og svo ætlum við að taka nokkuð lög áður en að Hálfdán kemur og segja hvað Guð hefur lagt honum á hjarta. Það er við þökkum fyrir að þú ert með okkur hér í kvöld. Við þökkum fyrir það að þú blessar varir Hálfdáns þegar hann talar og eyru okkar þegar við heyrum Faðir. Við þökkum fyrir það að þú ætlar að gefa okkur gott sumar. Þú ætlar að hjálpa okkur að fara ekki sumarfrí með trúboði, Faðir. Heldur raunverulega að vera meiri blessunin í líf fólks í kringum okkur, þannig að það megi finna fyrir þér jafnt á sumri sem vetri, Faðir. Hjálpa okkur að sannarlega fara út sem þínir lærisveinar og segja fólki frá. Við þökkum fyrir hverja krónu sem kemur í samskotin og við þökkum fyrir hverja sál sem er að hlusta, Faðir. Við þökkum fyrir það að þú ætlar að blessa hverja krónu og þú ætlar að blessa hverja sál. Og við bara þökkum fyrir að þú ætlar að hjálpa okkur að opna eyrun og opna hjarta fyrir því sem þú ætlar að segja við okkur í kvöld. Bara þú megir raunverulega hjálpa okkur að vera svampur í kvöld, að við megum meðtaka allt, hvern dropa sem að drýpar á himni í kvöld, það megum við taka við. Í Jesú nafni, Faðir. Amen. Stöndum nú á fætur, syngjum nokkuð lög saman, svo kemur Hálfdán og segir hvað Guð er búinn að blessa hann með. Amen. That can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name. It's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior,
of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have the King with dominion over death. He holds the keys in his holy nail-scarred hands. He is the heel, yeah, that has crossed the serpent's head. I resurrected great I am. I call you Jesus. I call you healer. Risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Every time I call your name, is now your sting and oh great your victory now oh death is now your sting and oh great your victory where all death is now your sting, and where all grave your victory. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name of Jesus. Dead things come alive, dead things come alive, dead things come alive in the name. I call you Jesus. I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, every time I call out your name, oh, thank you, Jesus. Oh, holy Jesus. Oh, holy Jesus. Oh, holy Jesus. Holy Jesus. Oh,
Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call you. Halleluja, Fader. Takk, Jesus. Kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lofgjörð og lofa alveg látlaus lambi Guðs. Og þau sem undan gengur og þau sem trúfast senn, þau lofa alveg látlaus lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins her, helgur allt sem skapað er. Helgur, hátt upp hafið allt. Helgur, helgur eilífð. Og þú sem frið og frelsi og fyrirgefning fannst, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Og þú sem frelsin hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Halleluja, við skulum lofa hann í kvöld. Við lofum alveg látlaust og hann vel, syngur himins her. Helgur, allt sem skapað er. Helgur, hátt upp hafið er. Helgur, helgur eilífð. Halleluja, heyrðu lofsönginn. Helgur, hittum konunginn. Helgur, þú mandinn er. Helgur, helgur eilífð. Heilagur ertu Jesús, því þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Halleluja, allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu er. Jesú nafn, þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það ofar öllu er. Jesús, allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn það ofar öllu er. Syngur himins her. Helgur, allt sem skapað er. Helgur, hátt upp hafið er. Helgur,
Takk Jesús. Takk Jesús fyrir nafnið sem æðra öllum öðrum nöfnum. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja Jesús. Halleluja Faðir Guð. Við lofum þig Jesús. Halleluja. Halleluja. Brasari andoro loro shira lara. Halleluja Jesús. Brasari andoro loro shira lara do brasari. Halleluja Jesús. Halleluja. Takk Jesús. Þitt nafn öllu öðra. Þitt nafn öllu æðra Jesús. Þitt nafn yfir þessu landi Jesús. Halleluja. Halleluja. Faðir minn og Guð, mætti hvernig beygja sig. Hvernig beygja sig fyrir þér Jesús. Hvernig lyfta upp þínu nafni. Hver rödd hrópa og lofa þig drottinn Jesús. Halleluja. Halleluja. Mættu augun opnast drottinn. Mættu augun opnast og sjá hver þú ert Jesús. Jesús, Jesús. Faðir minn og Guð. Halleluja Jesús. Takk Jesús. Takk Jesús. Halleluja Jesús. Við þörfnast Jesús. Frelsara á ég og vinum eilíf. Hann elskar mína og þína sál. Í öllum raunum ég treysti honum. Hann aldrei fer mér frá. Því eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Ekkert annað fyrirgefiði og núna. Ekkert annað í þessum heimi sem fangar mína sál. Því lausnargjaldið varir eilíf. Nú frelsarinn mig á. Því eina sem ég þarf Jesús, og ég vil að við syngjum hans nafn. Því einum þér ég tilheyri Jesús, ég frelsi fyrir náð þína á. Frelsið eigum í þér Jesús. Bara í þér Jesús er frelsið. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál fyrir þig. Þú ert framtíð mín og von. Þú ert styrkur minn, Guðs son. Mín sál fyrir þig. Því eina sem ég þarf Jesús,
Halleluja. Gott að sjá okkur í kvöld. Það er gott að koma saman í húsi Guðs, lofa hans nafn, vera inn í hans nærveru. Amen. Halleluja. Drottning Guð, ég þakka bara fyrir það orð sem þú hefur lagt mér á hjarta, drottinn. Ég bið að smyrja vara mína, drottinn, að mig tala þitt orð, hreint og ómenga, Faðir. Ég bið að bara að hjört okkar í dag megi vera góður jarðvegur fyrir þitt orð, Faðir. Að þitt orð megi vera sem gróðursett í lífum okkar, megi skjóta rótum, drottning Guð, og vaxa og bera ávöxt í lífum okkar, Faðir. Megi vera uppörvandi og hvetjandi í kvöld, drottinn. Að megi draga okkur nær þér, Jesús. Halleluja. Amen. Amen. Ég var að hugsa það í vikunni hvernig við getum fjarlægst hvort annað án þess að við ætlum okkur það. Vitið að samkvæmt Hagstofunni þá er 40% hjónabanda sem enda með skilnaði. Og mér finnst það persónulega mjög hátt hlutfall. Hvað finnst ykkur? Mér finnst það mjög hátt. Að þegar 2 einstaklingar gangi í hjónaband, þá er markmiðið að eyða lífinu saman. Verja lífinu saman. Hvað segirðu? Verja lífinu saman. Ekki eyða því, verja því. Góður punktur. Verja því saman. Gera eitthvað gott úr því saman. Ekki eyða því vitleysu, heldur verja því góða hluti. Og presturinn hann spyr bæði brúðina og brúðgumann, er það einlægur ásetningur þinn að ganga að eiga hann eða hana sem hjá þér stendur? Svo segir hann, viltu með Guð sjálf reyna honum eða henni trúr, elska og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera, þar til dauðinn aðskilur. Og brúðhjónin þau svaraði þessu játandi, af því að það er það sem þau vilja. Það er það sem þau ætla sér. Þau vilja elska hvort annað, vera hvort öðru trú í gegnum allt það sem að lífið hefur upp á að bjóða. Þar til dauðinn aðskilur. Ekki rétt? Vitið, það er enginn sem gengur í hjónaband með það fyrir augum að ætla sér að skilja. Það er enginn sem gengur í hjónaband og hugsar, eftir svona 5-10 ár þá er ég hugsa að bara skilja og finna mér annan maka. Það fer enginn með þetta hugarfarinn í hjónaband. Hugarfarið er, við ætlum að verja lífinu saman. En samt er 40% skilnaðartíðni. Og ein af ástæðum skilnaðar sem að fólk gefur upp er svo hjónin þau bara uxu frá hvort öðru. Einn daginn vaknaðu og þau hafa ekkert að tala um. Þau hafa ekki sömu áhugamál. Þau bara einhvern veginn uxu frá hvort öðru. Sorglegt. Veistu, ef þú ferð á bát út á vatn og leggur árarnar í bátinn, þá tekur straumur vatnsins og færir þig með sér á einhvern stað bara. Þú rekur frá þeim stað sem þú stoppaðir á, áður að veist af, þá ertu kannski komin langt frá landi. Ein af ástæðum þess að þeir sem ætla að synda yfir Ermarsund eru teknir upp úr sjónum, er að þegar þeir byrja að reka frá bátnum, þeir eru farnir að reka af leið. Og þannig er það með hjón sem að vaxa frá hvort öðru, þau reka af leið. Vitið, sundmaðurinn hann þarf að halda sig við bátinn. Hann þarf að halda sig á réttri leið þegar hann þarf að synda frá punkti A til B. Og þegar þú ferð út á vatnið, þá þarftu að róa bátnum til þess að halda þér á réttum stað. Þannig er það líka með hjónabandið. Þú þarft að vinna að því. Þú þarft að huga að makaðinum, leggja vinnu í sambandið, halda þér á réttri leið til þess að ykkur reki ekki sundur. Ekki rétt? Þannig er það líka með vinarsambönd.
Þannig er það líka með samband okkar við börnin okkar, samband okkar við foreldra okkar og þannig er það með samband okkar við Guð. Okkur getur nefnilega rekið frá Guði. Jesús hann sagði litla dæmisögu mann sem átti 100 sauði. Og hann segir í 8. kafla í Mattheusar guðspjalli að einn sauðurinn, hann villtist frá hópnum. Hann villtist frá hópnum. Hann rak í burtu frá hópnum, burtu frá hirðinum. Hann ætlaði sér ekkert að villast á leið. Það var ekkert skipulagður flótti frá hópnum. En hann villtist frá hópnum, hann rak af leið. Og þetta getur komið fyrir okkur öll. Við getum öll átt á hættu að reka af leið frá Guði. Og það eru ótal dæmi í Biblíunu, úr svo Gamla testamentinu, sem segir frá konungum Ísrael sem að byrjuðu sterkt. Þeir byrjuðu vel, þeir gerðu það sem að rétt var í augum Guðs. En svo gerist eitthvað í lífum þeirra og þær enduðu svo illa. Þeir enduðu á því að gera það sem var slæmt í augum Guðs, af því að þeir villtust af leið, þeir ráku frá Guði. Og það geta verið alls konar ástæður fyrir því að við rekum frá Guði. Eitt er að það getur verið annríki lífsins, daglegt amstur, krefjandi störf, leitað velgengni. Það getur tekið allan okkur tíma og skilið eftir lítið sem ekkert rými fyrir bæn og samfélag við Guð. Það getur verið synd og sektarkennd í lífum okkar, ójátaðar syndir eða þungi fyrir mistökum sem að við gerðum einhvern tímann áður. Andlegar hindranir sem að leiða til þess að fólk það felur sig frekar fyrir Guði heldur en að leita hans, að nálgast hann. Það getur verið áhyggjur og erfiðleikar. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum atburðum í lífinu eða langvarandi álagi getum við fundið fyrir yfirþyrmandi tilfinningum eða vonbrigðum sem verður til þess að við kannski efumst nærveru hans. Það getur verið alls konar ytri áhrif. Við getum verið umkringt fólki sem að deilir ekki eða virðir ekki sannfæringu okkar, sem getur smám saman breytt okkar siðferðislega áttavita, okkar forgangsröðun. Og þetta eru bara nokkur atriði sem að geta, eða hluti sem að geta valdið því að við rekum frá Guði. Að við leggjum árarnir í bát og við leyfum öðrum hlutum að taka athygli okkar og við rekum frá honum. Jesús sagði dæmisögu bónda sem að sáði sæði í akur sinn og hann sáði sæðinu í akurinn til þess að fá uppskeru, ekki rétt. Bændur þeir setja sæði í akurinn af því að þeir vonast eftir uppskeru. Og þessi bóndi hann vonaðist eftir að sæðið það myndi vaksa og þroskast. Og segir í Lúkasar guðspjalli 8. kafla versi 5 og áfram: Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá hann sáði fjall sömt hjá götunni og varð fótum tróðið og fuglar himins átuðu upp. Sumt fjall á klöpp, það sprattinn skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Og sumt fjall meðal þyrna og þyrnandi spruttu einnig og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð óx upp og bar 100 fallan ávöxt. Síðan spyrja lærisveinar Jesú: Hvað þýða þessi orð? Hvað þýðir þessi dæmisaga? Og Jesús svaraði: Dæmisagan þýðir þetta: Sæðið er Guðs orð. Það er fjall á götunni merkir þá sem heyra orðið, en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra, til þess að þeir trúi ekki og verði hólpnir. Það er fjall á klöppina merkir þá sem taka orðinu með fögnuði, en þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir trúa stund en falla frá á reynslutíma. Og það er fjall meðal þyrna merkir þá heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðafum og nautnum lífsins og ber ekki þroskaðan ávöxt. En það er fjall í góða jörð merkir þá sem heyra orðið, geyma það í göfugu, góðu hjarta og bera ávöxt með stöðurlyndi. En vitið, þetta getur gerst hjá okkur. Að við heyrum Guðs orð, við getum trúað á hann, við getum gengið með honum, en með tímanum þá kæfist það af öðrum hlutum. Áhyggjum lífsins, auðafum, veraldlegum þægjendum og við byrjum að reka frá honum.
Og vitið að reka burtu frá honum og bara reka eitthvað í lífinu getur haft alvarlegar afleiðingar. Vitið, ef við erum undir stýri á bílnum okkar og við missum athyglina og við byrjum að reka eitthvað í ranga átt út af veginum er hættulegt. Og hvenær rekur okkur í ranga átt? Þegar við missum athyglina, ekki rétt. Þegar við erum kærulaus, þegar við sofnum, þegar við tökum hendurnar af stýrinu. Og vandamálið er þegar við tökum hendurnar af stýrinu og við ætlum bara að sjá hvar við endum, þá endum við aldrei í bílastæðinu heima. Við komumst aldrei heim með því að sleppa hendurnar af stýrinu og við ætlum bara að sjá hvað gerist. Nei, nú er ég bara komin heim. Þetta var notalegt. Nei, það endar aldrei vel. Og þegar við erum sofandi við stýrið, á göng okkar með Guði, þá rekur okkur á stað sem við ætluðum okkur aldrei að lenda á. Og einn daginn þá vöknum við kannski upp og við áttum okkur á því að við erum komin langt út frá þeim stað sem við ætluðum okkur á. Og ef við spyrjum okkur í dag og erum bara nokkuð heiðarlega við sjálf okkur, ef við myndum spyrja okkur, hefur einhvern tíma verið meira brennandi fyrir Guð heldur en það ert í dag? Hef ég einhvern tíma lesið meira, beðið meira og leita Guðs meira heldur en ég geri í dag? Hef ég eytt meiri tíma í lofgjörð? Hef ég treyst Guði meira en ég geri í dag? Hef ég einhvern tíma treyst honum fyrir öllum hlutum? Og ef að svarið er já, hvað gerðist? Hvenær byrjaði ég að reka frá honum? Vitið, þegar Guð frelsaði Ísrael út úr Egyptalandi, þá sáu Ísraelsmenn Guð starfa og gera ótrúleg kraftaverk. Ótrúleg kraftaverk. Það sáu undrin og táknin sem hann kom með yfir Egypta, plágurnar allar. Þeir sáu skýstólpar sem fór fyrir þeim á daginn, eldstólpar sem fór fyrir þeim á næturnar. Hann rigndi manna sem var brauð frá himnum. Þeir sáu Guð kljúfa vatnið og þeir göngu þurrum fótum yfir. Þeir sáu hvernig vatnið drekkti óvinum þeirra. Það segir að fötin þeirra og skór þeirra slitnuðu ekki öll þessi 40 ár í eyðimörkinni. Hvað þurfum við að kaupa okkur marga skó á ári? Eða marga buxur af því að þetta slitnar. Í 40 ár slitnuðu ekki fötin þeirra. Þrátt fyrir allt þetta, þá fjarlæðust þeir Guð aftur, aftur, aftur og aftur. Sálmur 78 segir frá versi 11 að þeir, Ísraelsmenn, þeir gleymdu stórverkjum Drottins og máttaverkunum sem hann lét á sjá. Hann drífði dáðir í augsýn feðra þeirra í Egyptalandi á sóanvöllum. Hann klauf hafið og leiddi þá yfir og lét vatnið standa sem vegg. Hann leiddi þá með skýjum daga og nætur með lýsandi eldi. Hann klauf kletta í auðninni og gaf þeim gnægð vass eins og úr frumdjúpinu. Hann lét læki spretta á kletti, vatnið streyma niður sem fljót. Þó héldu þeir áfram að synga gegn honum, rísa í eyðimörkinni gegn hennum hesta. Síðan segir hann, þá bauð hann skýjunum í hæðum og opnaði dyr himins og lét manna rigna yfir þá til matar og gaf þeim himnakorn. Engla brauð fengu menn að eta. Hann sendi þeim fæðu og þeir urðu mettir. Hann lét austavindin blása af himnum og knúði sunnanvindin með mætti sínum. Hann lét kjöti rigna yfir þá sem dufti og mergfugla eins og sandi á sjávarströnd. Hann lét þá falla niður í búðir sínar umhverfis bústað sinn. Þeir átu og urðu vel sattir. Hann sendi þeim það sem þeir girndust. Síðan segir í versi 32, þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir öll kraftaverkin, þrátt fyrir öll máttaverkin sem hann Guð gerði fyrir þá héldu þeir áfram að synga gegn honum
og trúðu ekki á máttaverk hans. Vers 40. Hversu oft risu þeir ekki gegn honum í auðninni, styggðu hann í eyðimörkinni, þeir reyndu Guð hvað eftir annað og hann vanvirtu hinn heilaga í Ísrael. Hugsið ykkur, þeir sáu kraftaverkin á hverjum degi. Guð sá þeim fyrir mat á hverjum degi. Engla brauð af himnum. En samt fjarlæðust þeir hann og sneru baki við honum. Við getum lifað, við getum mætt hérna á samkomur og upplifa Guð. Við getum séð Guð gera kraftaverk eftir kraftaverk. Á sama tíma getum við fjarlægst Guð. Við getum rekið frá Guði alveg svo Ísraelsmenn. Þess vegna segir Páll í Hebreabréfinu 2. kafla á versi 1. Það segir hann, þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum við höfum heyrt, svo að við berumst eigi afleiðis. Svo að við berumst eigi afleiðis, svo við rekum ekki frá honum. Þetta er Páll, hann varar okkur við því að reka frá Guði. Og hann segir, við þurfum að gefa því enn betri gaum því sem við höfum heyrt. Við þurfum að hugsa enn betur það sem við höfum heyrt. Við þurfum að huglega það sem við höfum heyrt. Og Davíð konungur segir í Sálmi 1, sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur götur syndara og eigi situr meðal háðgjarnara, heldur hefur yndi af löðsögn drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Að Davíð segir að við erum sæl, eða að við erum blessuð þegar við hugleiðum lögmál Guðs, hans orð dag og nótt. Þegar við gefum því orði Guðs enn betur gaum. Og Páll segir að þegar við gefum því enn betur gaum, því sem við höfum heyrt. Sannleikurinn Jesú Krist, hans orð, það sem hann kendi, hvernig hann lifði. Og Jesús sagði farið út allan heim, gerið aðra lærisveinum og kennið þeim allt það sem ég hef kennt yður. Og við þurfum að gefa því enn betri gaum, því sem hann hefur kennt, til þess að við rekum ekki frá honum. Vitið að það er aldrei Guð sem að færi sig frá okkur. Hann fer aldrei frá okkur. Það er alltaf við sem rekum burt frá honum. Það eru við sem að getum rekið burt frá honum. Það eru við sem getum vilst á leið. Og þegar við rekum frá Guði, þá var það næstunni aldrei skyndi ákvörðun. Það gerist ekki á einni nóttu, heldur gerist það hægt, skref fyrir skref. Við lesum minna í dag heldur en í gær. Við sleppum við að lesa á morgun. Við hættum að biðja. Við hættum að mæta í kirkju. Og aðri hlutir fara að taka tíma okkar. Aðri hlutir fara að vera mikilvægir í lífum okkar heldur en Guð. Vitið við þurfum ekki að vera föst á þeim stað. Vitið að það er alveg sama hversu langt við höfum farið frá Guði, alveg sama hversu langt við höfum vilst af leið, að við erum bara einu skrefi frá því að snúa við. Við erum einu skrefi frá því að koma aftur fram fyrir Guð. Og vitið, hann situr ekki með krosslaðar hendur og hristir hausinn yfir okkur. Heldur stendur hann með opinn faðm og bíður eftir því að við snúum okkur til hans, að við komum tilbaka til hans inn í hans nærveru. Opinberunarbókin 2. kafli vers 4 og 5 segir: En það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleik. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað, sjáðu að þér og breyttu eins og fyrrum. Að við höfum fallið frá okkur fyrri kærleik, að því að við höfum vilst að leið, rekið frá honum. Og hann segir, mundu hvað þú hrapaðir, mundu á hvaða stað þú varst. Hvað var það sem þú gerði þegar þú varst brennandi fyrir mig? Lastu meira? Baðstu meira? Treystur honum betur? Förum aftur á þann stað.
Farðu aftur á þann stað, breyttu eins og fyrrum. Og við getum alltaf snúið við. Við getum alltaf snúið okkur til hans. Við þurfum ekki að vera föst á þeim stað sem við erum á í dag ef við höfum rekið frá honum. Sjáðu sögun týnda soninn. Við þekkjum þessa sögu. Hann fór frá föður sínum, heimtaði arfinn, fór frá föður sínum inn í borgina, sólundaði arfinum, eytti honum í brennivín og kvenfólk og vitleysu, partí og rugl, og einn daginn vaknaði hann á götunni allslaus. Hann átti ekkert. Hann hafði vilst langt af leið, rekið langt frá föður sínum. Það eina sem hann þurfti að gera, það eina, var að snúa sér aftur til föður síns. Og hann kom samstundis á þann stað sem hann hafði áður verið. Af því að faðir hann stóð með opinn faðm og tók á móti honum. Hann hljóp á móti honum, tók utan um hann, kyssti hann, sett hann í hinn bestu skikju. Hann fekk hring aftur á hendi sína sem að gaf honum vald. Það eina sem hann þurfti að gera var að snúa sér tilbaka til föðurins. Hann þurfti ekki að lifa í skömm. Hann þurfti ekki að lifa í fyrirdæmingu. Faðir hans fyrirgaf honum og tók á móti honum með opnum arm. Og það er það sem við þurfum að gera ef við höfum rekið frá Guði. Ef við stöndum frá honum, að við þurfum að snúa okkur baka til hans. Snúa okkur til hans. Og það er ekki of seint. Það er aldrei of seint. En fyrst og fremst þurfum við að leggja okkur fram við það að fylgja Guði. Að gefa því enn betur gaum sem við höfum heyrt. Hans orð. Páll segir í Kólusarbréfinu 2. kafla á versi 6: Þið hafið tekið á móti Kristi, drottni Jesú. Lifið því í honum. Verið rótfest í honum og byggið á honum, staðfest í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug af þakklátsemi. Lifið í honum, í Jesú. Verið rótfest í honum, í Jesú. Byggið líf okkar á honum, á Jesú. Verið staðfest í trúnni á Jesú. Eins og ykkur hefur kennt, eins og þið hafið heyrt. Gefið því gaum. En hvernig lifum við í honum? Hvernig erum við rótfest í honum? Hvernig byggjum við líf okkar á honum? Hvernig erum við staðfest í trúnni á hann? Með því að lesa reglulega í orðinu, helst á hverjum degi. Með bæn og samfélagi við Guð. Með því að fara eftir hans orði. Hlýða því sem hann segir. Með því að treysta honum frekar en okkar hyggjuviti. Og með því að vera hluti af samfélagi við aðra kristna eða kirkjunni. Og við getum öll afvegaleiðst. Getum öll rekið frá Guði. En leggjum okkur fram í að lifa í honum. Leggjum okkur fram við að fylgja honum svo að við rekum ekki frá honum. Og ef við rekum frá honum, ef við villumst af leið, snúum okkur þá aftur á honum. Það er alveg sama hversu langt við höfum komin burtu. Við þurfum ekki að vera föst þar. Það er aðeins eitt skref tilbaka í áttina að honum. Amen. Í dæmisögunum hirðin sem átti 100 sauði, þá var það einn sauður sem að viltist á leið, einn sauður sem að fór frá hirðinum, einn sauður sem að heyrði ekki raust hans þegar hann kallaði, einn sauður sem að þekkti ekki rödd hans. Hvað gerði hirðirinn? Hann skildi eftir þessa 99 til að fara eftir þessum eina. Og veistu, ef þú þekkir ekki Jesú í dag, þú ert hér inni eða ert að fylgjast með á netinu, að þú þekkir ekki Jesú, þú ert kannski þessi sauður sem að viltist að leið, að þá skilur Jesú eftir þessa 99 til að fara á eftir þér. Hann fer á eftir þér af því að hann elskar þig. Hann elskar þig og hann þráir að eiga samfélag við þig. Vitið að hann tók syndir þínar á sig.
Allt það ranga sem þú hefur gert, tók hann á sig af því að hann elskar þig. Og vitið að við höfum öll gert það sem rangt í augum Guðs. Við höfum öll syndgað. Og syndin, allt það ranga sem við höfum gert í augum Guðs, það hefur afleiðingar. Og Biblían segir að laun syndarinnar, afleiðingarnar af öllu því sem ranga sem við höfum gert, er dauði. En síðan segir, en náðargjöf Guðs, náðargjöf hans er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Það þýðir að Jesús tók á sig syndir okkar. Hann tók á sig allt það ranga sem ég hef gert, allt það ranga sem þú hefur gert, og hann fór á krossinn og hann dó í okkar stað. Hann dó fyrir mína syndir, allt það ranga sem ég hef gert. Hann dó fyrir þína syndir, allt það ranga sem að þú hefur gert. Hann tók út refsinguna okkar, refsinguna sem að við áttum skilið, af því að hann elskar okkur. Og 1. Jóhannesarbréf 4. kafli vers 10 segir, þetta er kærleikurinn. Þetta er kærleikurinn, hinn eini sanni. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til þess að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Hann elskaði okkur áður en við elskum hann. Hann elskar okkur á meðan við lifum í syndinni. Hann elskar okkur á meðan við gerum það sem er rangt í hans augum. En hann þráir að við tökum móti sér. Hann þráir að við snúum frá syndum okkar og snúum okkur til hans. Að við iðrumst alls þess ranga sem við gert og lifum með honum. Og hann stendur með opinn faðm og bíður eftir þér að þú snúið þig til hans. Og það er alveg sama hvar þú ert í lífinu, alveg sama hvar þú stendur í lífinu, að hann bíður með opinn faðm fyrir þér. Það er ekki sem þú hefur gert sem að er of stórt fyrir hann. Það er ekki sem þú hefur sagt sem að er of stórt fyrir hann. Hann er einu skref í burtu. Eina sem þú þarft að gera er að snúa þér að honum og hann tekur mótið þér. Og það segir í Jóhannesar Guðspjalli í 1. kafla versi 12, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim sem trúa á nafni hans. Hugsið ykkur að leið og við tökum á móti honum, þegar við trúum á nafn hans, þá verðum við hans börn, þá verðum við synir hans og dætur hans. Tilheyrum við honum. Og Guð er góður Guð. Hann er góður faðir sem elskar okkur meira en allt annað. Og við þekkjum öll Jóhannesar Guðspjall 3. kafla vers 16 þar sem segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn einkason til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og það er tækifærið fyrir þig í dag. Ef þú þekkir ekki Jesú, ef þú hefur ekki eignast þetta eilífa líf, þá er tækifærið fyrir þig núna í kvöld, á þessari stundu, að taka á móti honum, opna lífið fyrir honum, segja já við hann, gefa Guði þitt líf og segja ég fylgi þér. Og þetta er það besta sem við getum gert, besta ákvörðun lífs okkar, að fylgja Jesú, tilheyra almáttugum Guði, sem hefur faður okkar, að vera sonur og dóttir hans. Amen. Við skulum fá lofgjöruna upp og við skulum biðja saman. Og ef að þú hefur ekki tekið þetta skref eða beðið þessara bæna, bidd hana með mér. Gerð hana þinni bæn í dag. Komdu fram fyrir Guð, snúðu þig til hans og opnaðu lífið fyrir honum. Við skulum rísa á fætur og við skulum biðja saman og segjum, Drottinn Guð, ég kem fram fyrir þig og ég gef þér mitt líf. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú komst í heiminn fyrir mig. Þú tókst mína syndir á þig og þú gafst þitt líf á krossi fyrir mig. Ég hef brugðist þér á margan hátt, en ég bið að fyrirgefa mér og taka á móti mér sem barni þínu.
Ég játa með munni mínum að Jesús, þú ert drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og að þú lifir í dag. Ég þakka þér fyrir að ég er þitt barn, ég tilheyri þér og þú elskar mig. Í Jesú nafni. Amen. Amen, amen, amen. Þetta er besta ákvörðun sem tökum í lífinu, að fylgja drottni Jesú. Amen. Halleluja. Við skulum lofa Guð saman í einu lagi allavega. Og mér langar að gefa okkur tækifæri til að koma bara fram fyrir Guð. Ef að þú hefur rekið af leið, ef að þú ert ekki á þeim stað sem þú vildir vera með Guði í dag, komdu fram fyrir hann á þessari stundu. Það er bara eitt skref tilbaka, eitt skref til Guðs og við erum inn í hans nærveru. Komdu fram fyrir hann, segðu honum að þú elskar hann. Segðu honum að þú þráir að lifa í hans vilja. Segðu honum að þú þráir að vera brennandi fyrir hann aftur. Segðu honum það sem að brennur innra með þér. Komum fram fyrir hann í lofgjörð, lofum hann og segjum honum að við elskum hann. Komumst aftur á þann stað sem að við kannski einu sinni vorum þegar við vorum sem mest brennandi. Gefum honum þennan tíma í kvöld. Gefum honum líf okkar það sem eftir er. Amen. Amen. Sköpun vil ég syngja söng til þín, svo gleði mín. Þúsund sinnum halleluja, til dyrðar syng